Jæja, kæru sportdrykki, þá spilin þín tilbúin og hér öðruvísi lestur að ræða heldur en í hinu myndbandinu. Hér ætlum við aðeins að kafa pínu dýpra og sjá, kíkja aðeins inn í tilfinningalífið þitt og hvað það sem að þú ert ef til vill að burðast með undir niðri og hvað það sem þú þarft að vinna úr, hvernig þú best getur gert það til að öðlast kannski betri líðan eða betri færni til að leysa úr þínum daglegu verkefnum. Það fyrsta sem ég sé hérna spil sem bendir til þunglyndis. Það sem ég þarf að segja það í raun og veru það að sportdrykkir ná það til að kafa mjög djúpt í sálarlíf, bæði sitt eigið og annarra. Og það vill svolítið loða við fólk í þessu merki og nú ég ekki að alhæfa, en sportdrykkinn hefur mikinn áhuga á sálarlífi fólks. Og það að sjá það sem undir yfirborðinu og þetta getur stundum valdið því að líðanin fer svolítið niður á við og hérna greinilegt að einhver hefur verið að glíma við þunglyndi, hvað sem það þú sjálfur, kæri sportdrykki, eða einhver þér náinn. Það geti verið að það tengist æsku eða fortíð, þar sem að einhvers konar vanræksla eða ofbeldi hefur átt sér stað. Þú hefur ef til vill verið í þeirri stöðu að þú hefur ekki getað unnið þig frá því eða þurft að láta ýmislegt yfir þig ganga, skulum við segja. Og þá sérstaklega við ef að þetta úr barnæsku, því að börn eru yfirleitt bara saklausir þolendur í alls kyns erfiðum samskiptum. Það gæti verið erfiðleikar sem hafa verið milli foreldra eða annarra fjölskyldumeðlima, þar sem ekki hefur verið tekið nægilegt tillit til þín, kæri sportdrykki, og þíns tilfinningalífs, sem að hefur valdið því að sálarlífið þitt hefur beðið svolítið njask, orðið fyrir njaski. Þú gæti líka verið í þeirri stöðu að hafa verið partur af þeim sem að beittu ofbeldi, og þegar ég segi ofbeldi þá ég nú að tala bara almennt, ekki bara líkamlegt. Það getur verið tilfinningalegt ofbeldi eða vanræksla af einhverju tagi. Það margt sem getur flokkast undir ofbeldi. Til dæmis bara það að taka ekki nægilegt tillit og að setja fólk afsíðis. Og hér verið að benda líka á erfiðleika milli foreldra og barna, að því leyti að barnið hefur ef til vill þurft að taka á sig allt of mikla skyldur eða ábyrgð, þar sem að það hefur orðið nokkurs konar umönnunaraðili foreldrisins og mynda þar að leiðandi óheilbrigð tengsl við foreldri, hvort heldur sem móðir eða faðir. Það að segja tengsl sem að hafa valdið þeim erfiðleikum seinna á ævinni í þeirra eigin tengsla sambandstengingum, ætla ég að segja. Þannig að ef að þetta það sem að þú ert að glíma við, kæri sportdrykki,
þá sé ég líka að þetta eitthvað sem að þú ert vel meðvitaður og þið, kæru sportdrekar, í flestum tilvikum gerið ykkur ljóst að þetta partur af ykkar erfiðleikum í dag. Það eitt jákvætt í sjálfu sér því að þannig hálfur sigurinn unninn að gera sig grein fyrir hver staðan og hvers vegna hún eins og hún og með því ertu í raun og veru byrjaður, kæri sportdreki, að vinna þig út úr hlutunum og að heila og græða sárin. Við skulum sjá hvaða möguleikar eða tækifæri koma hér fyrir þig til að aðstoða þig í þessari stöðu. Hér sé ég þig, kæri sportdreki, bara hreinlega endurfæðast og koma út úr þoku erfiðleikana sem ný manneskja. Það afskaplega jákvætt, falleg birta yfir þessum spilum og almættið sýnir hérna sterka tengingu ykkar á milli og með þér í liði í hverju því sem að þú tekur þig fyrir hendur. Það verið að leggja áherslu á það hérna. Þetta fallega spil heitir Grace eða náð almættisins. Hér móðir með 2 lítil börn, tvíbura. Og þið sjáið hérna tengingarnar sem tengja þær beinleiðis við almættið. Koma svona eins og fallegir ljósgeislar á myndinni. Hér verið að benda þér á að þú ert alltaf tengdur, kæri sportdreki, og almættið yfirgefur þig ekki á erfiðum stundum. Þetta allt saman orðið svona frekar háfleygt hérna hjá mér, óvenju háfleygt, sem segir mér bara það að það sem þú ert að glíma við þessar mundir eitthvað sem ákaflega heilagt. Það eiginlega orðið sem ég að leita að. Það að segja að það meira andlegt og heilagt heldur en veraldlegt. Veraldlegir hlutir geta vissulega verið partur af því, en þetta afskaplega mikil vinna sem að fara fram á andlega sviðinu. Og hvort sem þú ert trúaður eða ekki, kæri sportdreki, og hver sem trú þín þá ertu að styrkja tengingarnar þínar við það sem heilagt í lífið þínu. Og það að hluta til vegna mikillar sjálfsvinnu sem að þú hefur og ert í. Sjálfsvirði, self-value stendur hér. Því meira og dýpra sem sjálfsvirði þitt það að segja það að þú metir sjálfa þig mikils, því meira geislaru frá þér sjálfstrausti og styrk sem að aðrir í kringum þig ná að skynja og meta. Og með því að efla sjálfstrausti þitt og þitt eigið innra mat, þannig efliru aðra í kringum þig líka.
að öllum líkindum eru margir ykkar, kæru sportdrekar, að lenda í því að fólk laðast að ykkur vegna þess að það skynjar þennan innri styrk, þetta innra ljós sem að í ykkar tilviki er gríðarsterkt og þið gefið frá ykkur og geislið til annara af svo mikilli gjafmildi og festu að fólk getur ekki annað en tekið eftir því og fundið heilunina sem því fylgir. Þannig að þú ert nokkurs konar gangandi ljósberi, kæri sportdreki, gangandi viti fyrir annað fólk sem þú mætir á lífsleiðinni. Þetta er nú bara svo afskaplega fallegt að ég er bara hrærð. Þetta eru skilaboð beint til þín, sportdreki góður, sem að þú þarft að taka til þín og hleypa alla leið inn í hjartað. Það er ef til vill og líklega búið að reyna áður að koma þessum skilaboðum áleiðis til þín. Þú hefur ekki alltaf verið opinn til að taka á móti, en ég held að nú verði breyting þar á. Þrátt fyrir alla þína erfiðu lífsreynslu sem að þú hefur að baki og ekkert endilega þrátt fyrir hana, heldur kannski bara vegna hennar, þá tekst þér að vera þessi sterka ljósvera sem að þú ert í dag. Og einhverjir ykkar sportdreka góður gætuð að sjálfsögðu starfað formlega við það að gefa af ykkur á einn eða annan hátt, eins og til dæmis við umönnun, við heilun, við hjúkrun hvers konar eða lækningar nú eða kennslu. En þið ykkar sem ekki hafi það að aðalstarfi, þið eru samt sem áður að gefa gríðarlega mikið af ykkur til annara. Og eitt enn, kæru sportdreki, mér finnst spilin ykkar, spilin þín snúast að mestmegnis þig sjálfan. Það er að segja að það er meiri áherslu á þig sjálfan hér heldur en sambönd þín eða tengingar þínar við annað fólk. Þetta er þú sjálfur og tenging þín við almættið. Það er það sem að skiptir hér mestu máli. Ok, kæri sportdreki, ég held ég þurfi ekki að láta þetta vera lengra til þín að sinni. Ég vona að þú hafir fundið í þessu einhvers konar sannleikskorn eða gleði. Þetta hefur gefið þér einhvers konar vísbendingu og þú mátt vita að þú ert á réttri leið og það er tekið eftir þeirri vinnu sem að þú ert búin að leggja á þig. Ég óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.